Góða kvöldið. Mikið gott að sjá svona mörg hérna í kvöld og ég verð að segja þegar ég var að keyra hérna upp eftir að ég er með samviskubit að þetta sé á svona fallegu sumarkvöldi þó að sé kannski viðeigandi miðað við samtökin sem standa fyrir fundinum að það sé verið að horfa á framtíðina með björtum augum. Og mig langar til að fara aðeins yfir það hérna í dag hver staðan er varðandi þessa lagaumgjörð og hvað sé skynsamlegast að gera til þess að tryggja það að við séum að ná raunhæfum og góðum niðurstöðum. Og ég ætla að byrja í raun og veru á því að spóla þess tilbaka. Af því að þið hafi heyrt umræðina orku og skort og annað rétt hönd. Já, hér er fullur salar af því. Mig langar aðeins að fara því að það breyttist töluvert umræðan, bara við horfum á síðan kannski 3 ár, fjalla aðeins af hverju það var. Af hverju búin að vera svona mikil umræða tengd orkuskorti, allt í einu. Og það voru samverkandi kraftar. Það voru mikil óveður sem hafðu gríðarlega áhrif á raforkukerfið okkar sem að komu þessum málum í deigluna, áhrif á flutningskerfi. Við erum auðvitað búin að vera með eldgos á Reykjanesskaga sem hefur sett þetta í nýtt samhengi. Síðan hefur það verið vatnsstaðan í lónunum. Vatnsstaða í lónum er einmitt eitt af þessum orðatiltækjum sem maður kannski pældi ekki mikið í. En það hefur þýtt það að það hefur verið minni raforka til skiptana. Minni raforka til skiptana á sama tíma og eftirspurnin jókst mikið. Og af hverju var það? Af hverju jókst eftirspurnin mikið á svona skömmum tíma? Jú, það var vegna þess að það var orkukrísan í Evrópu eftir að stríðið hófst. Þá hækkaði raforkuverð á meginlandinu svo mikið að fleiri vildu koma til Íslands og kaupa orku. Síðan var það þannig að verð á vörum sem við getum verið að selja til dæmis í gegnum gagnaverið okkar hækkaði. Þetta er vara sem að fæst okkar eru ánægð með. Þetta er verð á Bitcoin sem að rauk upp sem gerði það verkum að gagnaverið vildi kaupa meira og nýir aðilar í þeim geira komu inn. Og ef maður horfir á það, tekur skref aftur í tímann, þá frá 2015 hefur mest umfram orku í íslenska raforkukerfinu verið að fara til gagnavera. Það hefur verið sá geiri sem er í sókn og sá geiri sem mun koma til með að vera í mestri sókn ef við horfum á það hverju vilja kaupa orku hér á landi. Og það er meðal annars vegna þess að vera að byggja nýja gagnastrengi sem eru eins konar flutningsstrengir sem að tryggja gagnaöryggi okkar en eru líka mjög orkufrekkir. Svo var það annað. COVID-tíminn hafði þýtt að það var ekki jafn mikil eftirspurn eftir áli. Og svo þegar að hagkerfið fer að jafna sig eftir COVID, þá fara álfyrirtækin að framleiða meira, fullnýta sína samninga og þá kaupa þau meiri orku. Þannig að við erum að horfa og allt þetta gerist á sama tíma. Minni orka er boðið út á lónstöðinni en eftirspurnin er meiri. Og svo í ofanálag, þá er að koma nýjir kaupendur inn á raforkukerfi. Við erum að tala um landeldi til viðbótar til dæmis við gagnaverið. Nýjir kaupendur sem voru að koma akkurat á þessum tíma. Og mér finnst áhugavert að hugsa að allt þetta gerist í raun og veru á mjög skömmum tíma. Ef við spólum tilbaka, þá var minni umræða orkuskort og orkuskort heimilin og annað. Og það var vegna þess að staðan var önnur í raforkukerfinu. Þú ert með lágt álverð hérna og minni eftirspurn eftir raforku, til dæmis í kringum COVID. Og hér erum við að tala bara tíma, fljótlega eftir að álverið í Helguvík var blásið af þar sem var miklu meiri slaki í raforkukerfinu. Og af hverju er ég að fara yfir þetta í samhengi við vindorkuna? Jú, ég er að gera það vegna þess að þessi breyting á eftirspurn og breyting á verðþróun er lykil ástæðan fyrir því að það eru svona margir aðilar sem að hafa sóst í að framleiða orku hér á landi, meðal annars. Og allt þetta sem hefur verið að gerast, það hefur reynt á nýtt markaðsumhverfi sem að við höfum verið að innleiða. Markaðsumhverfi sem er langt í frá fullkomið, markaðsumhverfi sem við munum halda áfram að innleiða í samhengi við orkupakkana. Og ég vil meina það að þetta sé markaðsumhverfi, en þetta er hannað fyrir risastóran Evrópumarkað. Og við erum að innleiða
þar hér á landi fyrir örmarkað sem það sem við erum í allt annarri stöðu. Og þetta ein helsta áskorunin sem við glímum við því að við höfum séð í samhengi við þetta til dæmis orkuöryggi almennings var tryggt til 2003. Almenningur hérna 5%, svona venjuleg fyrirtæki 15% og hérna eru stærri notendur og þegar það verið að framleiða orku eins og verið að leggja til í alls konar vindorkuverkefnum og öðrum verkefnum þá fyrst og fremst verið að horfa í stærstu leyti á framleiðslu fyrir þessa hlið markaðarins. Ég að svæfa ykkur? Nei. Ég að reyna að nýta tímann vel, en allavega. Þannig að hérna fyrir regluverk ESB grundvallarmunur. Stjórnvöld virkjuðu, ákveðu í hvað raforkan ætti að fara. Síðan innleiðum við orkupakkana og nú erum við komið þennan orkumarkað sem þýðir að stjórnvöld hafa miklu minna að segja í hvað orkan fer eða í hraða verkefna og annað. Það er miklu meira á hendi fyrirtækjana sem að bæði sækja virkjunarleyfi og ráðstafa orkunni. Ok, og þetta hefur leitt af sér, þetta nýja regluverk hefur leitt af sér og þessi í raun og veru góðu aðstæður fyrir nýtingu vinds hér á landi og þetta háa tiltölulega hækkandi verð hefur leitt af sér að við erum með yfir 40 vindorkuverkefni kosti sem hafa spruttuð. Og það meira í dag en allt uppsett afl raforkukerfisins sem hefur verið í umræðunni sem auðvitað risastór breyting. Af hverju það risastór breyting? Það risastór breyting því að raforkukerfið okkar það hefur ekki byggst upp með því að það hafi verið rosalega mörg verkefni í gangi hverju sinni. Það bara eitt og sér verðbólgu hvetjandi. Heldur hefur það byggst upp í skrefum sem hefur gert það verkum okkur hefur tekist að læra reynslunni í hverju skrefi. Allt í einu erum við komið rosalega mörg verkefni án þess að vera komið með þessa heildaryfirsýn og án þess að hafa nokkuð tíman eða fyrir mér allavega. Ég veit ekki hvað ykkur finnst, en mér finnst þess að við höfum aldrei tekið þetta samtal eignarhald orkuauðlinda. Eru allir bara á því að það sé sjálfsagt að orkusagan okkar sem hefur verið samfélagssaga að byggja upp innviði fyrir samfélagi, fyrir samfélögum allt land, að það í dag eigi núna að snúast, við getum farið í slíka grundvallarbreytingu án þess að taka samtalið það. Nei, alls ekki. Ég held að þetta sé eina af þessum spurningum sem þurfi að ræða betur og pólitíkin þurfi aðeins að taka skref aftur og gefa henni rými. Aðeins vindorku. Ég fæ stundum þessa spurningu, af hverju erum við svona eftir á í vindorkunýtingu? Af hverju erum við ekki komið miklu lengra eins og Evrópa til dæmis? Og það vegna þess að við höfum verið svo heppin að við eigum vatnsafl, við eigum jarðhitann, þessa grunnorku. Það alveg rétt að vindorka, hún hefur þann kost að hún getur nýst á móti árstíðasveiflum. Það meiri vindur og veturnar þegar staða í lónum verri og öfugt. Þannig að hún hefur það að geta verið svona ákveðið jafnvægisafl. En það þarf að hafa þá hugsun og horfa á hana til enda. Því að það ekki þannig að endalaus verkefni í svona lokuðu raforkukerfi eins og við eigum séu endilega af hinu góðu. Og hér ber að hafa sérstaklega í huga eins og þið þekkið vel hér að vindorkan er ólík fyrri verkefnum að því leyti að þetta ekki staðbundnir orkukostir. Við erum að tala að vindorka getur verið nánast hvað sem Og ástæðan fyrir því að við erum að ræða þetta og umræðan vaxandi vegna þess að við erum að tala mannmerki sem eru risastór, þetta eru iðngarðar og það þarf að vanda staðsetningu slíkra iðngarða vel. Ef sátt á að nást það, ef orkukosturinn á að vera hagkvæmur og svo framvegis. Og mig langar aðeins, í fyrsta lagi langar mig að segja, stefnurnar sem hafa verið unnar hingað til hafa allar snúið að því að útiloka einhver svæði, friðlýst svæði og annað, en
að vindorka megi vera. Og mér langar til að hugsa þetta aðeins í gegn með ykkur. Eru þið tilbúin? Skoðum þetta aðeins saman. Mér langar til að velta upp spurningunni, er þetta góð leið? Ok, hér eru verkefni sem eru til umfjöllunar í 4. áfanga. Ég prófaði bara að leika mér. Þegar við vitum að það eru deilur verkefni, við þekkjum það úrfæðslöfni til dæmis. Ég setti inn hérna bara sveitafélög. Ok, svo setti ég inn landeigendur á Íslandi. Eru þið tilbúin? Sjáðu hvað margir hagaðir. Svo setti ég inn bara tjaldstæði til að einhvern veginn að ná utan ferðaþjónustuna. Svo setti ég auðvitað inn sauðfjárbændur og svo setti ég inn einhver friðlýst svæði. Bara til að gefa okkur í hugarlegt að ef það á að vera þannig að þú getur í raun og veru, að fara aðeins tilbaka, hver einasti blettur, hver einasta slétta, hver einasta heiði á leyfðum svæðum eiga að vera undir, þá erum við að tala að við séum að fara að slíta samfélög allt land í sundur. Og mig langar til að spyrja þá sem að horfa á því nafni skilvirkni og annað, er það góð leið? Er það góð leið að ata öllum saman út frá óteljandi verkefnum? Er það ábyrg stjórnsýsla og góð pólitík? Eða væri nærri lagi að byrja kannski á því að horfa á örfá verkefni ef að það á að fara þessa leið? Reyna að ná sátt þau og ræða kannski sama tíma í hvað við ætlum að nýta orkuna, því að ég held að það sé líka eitt af því sem að brennir á fólki. Og við sjáum að við horfum til Noregs, það snýrist umræðan vindorku það að það ætti að fara í marga vindorkugarða, hún snýrist það að það ætti að nýta það til að tryggja orkuverð og til að tryggja orkuskipti. En hver var niðurstaðan? Niðurstaðan var sú að 75% orkunni, eða rúmlega það, fór í að stækka núverandi innviði. Og ég held líka að ef að pólitík leyfir sér það að vera að tala að fara í fullt af verkefnum í nafni orkuskipta, í nafni landsbyggðarþróunar, en raunverulega stendur ekki við það, þá erum við ekki að gera neinum greina. Og það mesta vinnan sem aftur að fara fram í pólitík að tala akkurat hvernig á að móta þessa sýn. Af hverju erum að fara í þessi verkefni? Ekki á sviði vindorku, þetta bara í orkumálum yfirleitt. Og hvernig ætlum við að tryggja ákveðin samfélagslegur ávinningur, byggðaþróun, orkuskipti og annan ávist. Annars fyrir þetta örugglega allt til gagn að vera, því að þau borga best. Það er bara þannig, 2 mínútur, Jesús minn. Ok, aðeins hérna, eftir Kárahnjúka, það var eitt verkefni. Þá klofnaði þjóðin. Og ekki út af ESB-ar, þetta út af Kárahnjúka. Ég bara vil ítreka að auðvitað Garpsdalur, auðvitað verið að taka það á sambandi og ef að Garpsdalur fyrir nýtingaflokk að þá það verkefni sem búið að slíta á samhengi og orkupakkarnir eru langar til að heyra hvernig ráðherra sér fyrir sér að það sé hægt að aðgreina þetta með þeim hætti sem hann segir miðað við það. En punkturinn í þessu, ég á bara 2 mínútur eftir. Þetta ekki bara landi þar sem við þurfum að klára stefnuna, við þurfum líka að klára það á hafi. Ég þekki það sem orkumálastjóri, það líka ásókn hafsvæði. Við þekkjum fiskeldi að í upphafi skal endinn skoða og þá líka við hér. Þannig að mér langar til að hvetja okkur öll og sérstaklega ráðherra til að flýta sér hægt þegar við erum að tala að taka örugg skref. Hvað með að horfa bara á þessi 2 verkefni sem eru þegar í nýtingaflokki, Búrfellslönd og nú Blöndulundur líka þar, læra af þeirri reynslu í staðinn fyrir að hlaupa áfram. Það þannig sem að raforkukerfi hefur byggst upp og ég verð að segja þegar að vera að tala að flýta leiðum og ég er svo mikið eftir maður. Þegar að vera að tala að flýta leiðum þá verð ég að segja eins og hefur verið að tala að flýta leyfisveitingum til að auka hraða alveg eins og Evrópa að gera. Evrópa á allt öðrum stað en við. Endurnýjanlega orkukerfið okkar ljósárum á undan.
þau eru að flýta og breyta sínu regluverki af því þau vilja komast það sem við erum. Og við höfum miklu meira í það að taka skynsamar ákvörðanir hvað þetta varðar. Og nú er ég búinn, segir hann. Það er töluvert mikið orku á leiðinni inn á kerfið. Hún kemur sennilega ekki fyrr en í lok þessa kjörtímabils eða næsta. Það verður spennandi að sjá hvernig sú orka uppfyllir markmið stjórnarsáttmála sem verður mjög krefjandi. En ég ætla að enda á þessum spurningum. Þetta eru erfiðu pólitísku spurningarnar fyrir ríkisstjórnina. Hvað ætlum við að framleiða mikla orku þegar eftirspurnin er endalaus? Orkunýsting krefst land- og hafnýtingar, hversu langt viljum við ganga, hvert skilar ábatið sér og hvernig er hún dreift, og ég ætla að setja spurningamerki hérna líka. Viljum við að það sé bara þannig að það séu sem mestar tekjur og það sé flest verkefni í hverju sveitarfélagi? Hugsum bara aðeins það. Ég er frá Suðausturlandi, ég vil ekki það sem hvatinn að sér að allir vilji fara til að græða á þessu. Ég vil að sé eitthvað stærra fyrir mín börn. Því að ég vil að þegar þau keyrum okkar land, alveg sem ég keyrði hingað í dag, að þá séu við að skilja landið eftir með endurnýjanlega orku og meira en með náttúru